Þá ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og kominn góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra Þorgerður Katrín, velkomin. Takk fyrir kjalla. Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðardags. Það hérna sennilega mörghorn að líta hjá þér. Hvernig fer Annríki með þig? Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrífst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar nóg að gera. Ég viðurkenni það. Ég þrífst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta frí sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist Björn sko, þá verður maður líka einhverju leyti óhræddari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og verkefni og miklar áskoranir en þetta alltaf gerast í heimsmálunum núna. Það Þú ekki verið á fréttalausum tíma. Nei, það er ekki hægt að segja það og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormússundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og mikið léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu. Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla. Þetta nú meira klúðrið hjá Trump sko, þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi 8 út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm. Já, það auðvitað margt hægt að segja þetta en það sem að skiptir núna mestu máli finnst mér að vestræna þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðal sundinu opnu og tryggja þetta frelsi í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstaðar þar sem að eru höft, eru tollar, við erum allt í einu komin í heim þar sem að viðskipti orðið svona tegund á hvernig vopnvæðingu, mér finnst það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem erum útflutningsdrifin þjóð, við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegnsæi og allt það, þannig að það eru, þú veist, það meir en sviftivindar í heimsmálunum. Já, komum aðeins betur að Trump á eftir, það náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina sæng gegn ESB. Þetta ungt fólk sem að í dag sem sagt þegar þjóðhátíðardagur viðtalið verður sýnt degi síðar en í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hefur þeir tekist að sameina miðflokkin og VG á sama fundinum þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að orðnir saminir í því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkisstjórn með Samfylkingunni og Flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að skoða, taka upp þráðinn, hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og á sennilega eftir að versna ef eitthvað sko fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort það vill já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellur sumaganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst ekki margt sameiginlegt saminast gegn ESB eins og náttúrulega líka á hinbógin að fólk saminast með jáinu og allt það en sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kosningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð. Nei, ég
sammálaður, orðræðin kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hennum stóra þögla meirihluta að stíga fram og eiga málefnalegri samræður heldur en hefur kannski verið. Sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið. Nei, ég viðurkenni það ekki. Ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal annars komandi frá forystufólki í stjórnaraðstöðinu sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hefja ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfallega að tala það og fara þá leið sem að mínum mati mjög varfærin. Það eru margir sem hafa spurt mig að býta ákveða fóruð ekki bara beint í viðræður, þið hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem voru og gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem var, af því það var mjög mikill meirihluti, mér minna tölunar hafa verið 65-70% sem voru fylgjandi því að sækja að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðinni í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningur næst við Evrópusambandi. Þannig að, og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðina hvort að eigi að hefja viðræður. Þannig að þess vegna verð ég að segja að mér finnst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnúrast svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að mínum að þetta ábyrgt, þetta varfærið. Þú hélst að þú verður að gefa þjóðin einhvers konar lýðræðistækifæri. Já, ég hélt það. En einhver 40% bara hata þann gjörning. Ég ætla ekki að segja þessi þetta aðeins svo hátala hjá mér. Já, en þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalögum, hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvegis, það einn hópurinn, kannski að það sé þess vegna sem að sósíalistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja Það er náttúrulega áhugavert hvaða mikil stuðningur samkvæmt könnuninni sem Maskinni gerði fyrir DFF síðustu helgi, hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæðir. Já, þessna fyrir utan forystuna. Já, fyrir eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna, sósíalista og svona öfga hægrisins rann saman pluss framsókn sem bara fínt. Ég í rauninni fagna því það sem ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanarlaus hjá. En hvernig þannig skýrir að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau bindi saman. Hvernig skýrir afturhaldsemið þeirra eins og sumir túlkan eins og Illugi Jökulsson sem er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald. Já, þau bara setja þetta fram með sínum hætti og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau komu þessu saman þá fékk ég nú skilabóð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara að þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn. Þannig að það ekkert allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstri græn en vel að merkja það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðurnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta ekki bara þessi varfarna lýðræðislega leið, þetta leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum, þvert yfir pólitíska litur og þetta ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta ekki bara málefni Viðreisnar að skoða þessa leið af því að við megum heldur ekki gleyma því og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það ekki markmið Viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi. Markmiðið að stuðla efnahagslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að
svo leiðir ekki farin, þá hægt að fara aðra leiðir. Ég þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær eru torsóttari, en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til þess að tryggja öryggi og efnahagslega velsæld íslensku þjóðarinnar. Og þú eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, að það þrátt fyrir íslensku krónuna sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegnað hennar. Nei, það ekki vegna hennar. Nei, það þrátt fyrir hennar. Það þrátt, já, það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún geti líka verið ákveðin ógn, þessi litli gjaldmiðill í þessum heimi þar sem að mikill herkostnaður við að halda henni úti. Já, bæði mikill herkostnaður við að halda henni úti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafi verið dregið fram dæmi að heimilin gætu ári sparað 100 milljarða með að við þá vexti og vaxtakjör sem njú bjóðast með að við það sem er evrunni. Svo fengum við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér en í nágrannalöndunum. Daginn eftir kom á forsíðu Morgunblaðs að matarkarfan hér væri 40% ódýrari en í nágrannalöndunum. Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands heldur en forsíðu Morgunblaðsins. Heldur en Morgunblaðið og það hefur sýnt sig meðal annars að matarkarfan lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi. En það breytir ekki því að krónan, já, hún menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ýkir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ýkir líka sveiflur, gera þær erfiðari og ég hef oft furðað mig á því að vinir mínir sem eru svona til að mynda vilja lækka skatta, að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlu og meðalstóru fyrirtækin, á möguleika að nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 milljarða árlega, 40 milljarða íslenskar króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvaraforða þjóðarinnar sem vel að merkja 1000 milljarðar og meðan þessir 1000 milljarðar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum en bara 40 milljarðar. Að ég hefði nú haldið að flokkar sem að tala það einmitt að lækka skatta þeir sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur að neina, þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innvið, setja í velferðarkerfi. Þannig að við þurfum ekki að auka enn frekari álögur á fólk. Þannig að það mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það, að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra, að þá hún á mínum mati ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja. Stjórnmál snúast að miklu leyti tilfinningar. Já. Það kannski það líka sem svo áhugavert í stjórnmáli. Og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst. Við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer, en það náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt? Jú, það kannski það að því það miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það eitt öflugasta tæki í pólitík og hefur verið spilað á í gegnum árþúsundir í rauninni að það ótti, óvissa, ógn og það það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna, það svo auðvelt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstiða að þetta ekki rétt, þú veist, tölum Evrópuherinn, tölum það að sem vel að merkja bull. Sem algjört bull, sem bara, það dæmi algjöra rökleysu að mínum mati. Það ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her. Það bara, þetta alveg svo í NATO. Hefur verið einhver, og mér svolítið merkilegt að þeir sem að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægrimenn sem að það hvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þurftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins. Það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til þess. Vonda Evrópan góðu íslensku börnin? Já, þú veist, það einhverju leyti þannig, en það sem að verið að spila á ótti og hræðsla og kannski líka voninu það að fólk kynnir sér ekki málið. Það sem ég hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira. Fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðinu og fá staðreyndir á borðið. Og þess vegna
það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst. Það sem að felst í því að við fáum samning við Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaðinn, hvaða raunverulegu undanþágur við fáum að endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútvegi. Þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og sett hann að borðið. En svo eru vandamál. Við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða kosningu sem sagt, í næstu kosningum, þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri farið af stað ef það kemur. Já, mér fannst þetta áhugavert að Sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að Hvar liggur sko lýðræðið í raun? Já. Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta er bara allt í lagi. Já, en vel að merkja, þá er Sjálfstæðisflokkurinn að með minni eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Það að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel, þá bara skýrt, þá hafa þeir engu hlutverki að gegna. Ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því og tala pólitískan ómöguleika, sér í lagi ef að þeir ætla að reyna að komast til valda, að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var, en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokkur fólksins sem er á móti aldina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana. 56% kjósenda flokks fólksins munu þó segja já samkvæmt síðustu könnun. Já, sko drjúgur meirihluti kjósendahóps flokks fólksins er jámegin, vill fá að sjá, er síðan frekar neymegin og mér hefur þótt gott að heyra það til með Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, sem hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu, en hann hefur líka verið alveg heiðarlegur með það að segja ef það kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það. Það er hins vegar hlutskipti Sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrgð hinna flokkana að vinna með því. En er það ekkert smeykum að þetta verði pirrósar sigur? Þú fáir já í ágúst, vinnan fara af stað. Þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag. En ertu ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga? Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrgðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja það fyrr á dagskrá, af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari heldur hún getur hugsanlega verið eftir 2 eða 3 ár. Hún er mun sterkari. Flýttirðu þjóðaratkvæðagreiðslunni í ljósi þess? Með það sem ræddi fyrst? Við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök, það er ekki sami fyrirsjáanleiki, Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum. Aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að
þegar við fáum já í ágúst, að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum varið að einhverju leyti í vari á þessum óróa tímum sem eru í heimsmálunum. Já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna, af því að ef ætlum einhvern tímann að semja við Evrópusambandið, þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi. Evrópusambandið vill leggja mjög mikið á sig til þess að sýna fram á að það geti stækkað, meðal annars líka í norðvestur. Það hefur áhyggjur, og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins, eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum, öryggi í Norður-Atlantshafi. Við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur. Þannig að svona stóra myndin svo fyrir utan efnahagslegu málin, frelsismálin, ég tel bara út frá frelsi að þá skiptir mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað þennan samninga, því hvað þýðir frelsi. Þetta ekki bara þetta efnahagslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðugan gjaldmiðil, fyrirsjáanlega gjaldmiðil, lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin í landin, heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið stærra. Menningarlegt frelsi. Já, menningarlegt frelsi, ekki spurning, Björn. Það skiptir mjög miklu máli að efnahagslegar fjárfestingar þar geta aukist, einhvern veginn vinnumarkaðurinn verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf, þú veist, Ísland og Meginlandi, það verður einhvern veginn styttra á milli. Og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum. En það djöflast á þér, eins og mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér. Það sagt að þetta brölt þitt sé ein ástæða þess að þú hafir enga vigt í hugum Bandaríkjamanna. Þetta séu bara einhverjir svona undirmenn sem þú talar við þegar þú farið í ferðir þínar vestur og það allt saman. Svaraði hann Bjarna og tækifæri til þess eitt andartak. Nei, þarna í Sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn hag sinn í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjanna. Og þau eru mjög góð, sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið, hverja þeir hafa verið hitt, og þeir hafa verið að hitta nokkurn veginn sömu aðila í bandaríska stjórnkjörunum. Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíhliða fundi með forsendum Bandaríkjanna á sínu tíma, fór kannski í floti með Norðurlöndunum, en tvíhliða fundi. Það ekki einu sinni þótt Hannes Holmstedt færi með honum. Nei, og síðan við erum að sjá það að menn að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað, og það var út af því að þeir vildu sjálfur koma, ekki út af því að tengsli væri svona mikil við viðkomandi utanríkisráðherra, heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi. Það er að segja Norðmenn, Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og Bandaríkjanna gott, og mér finnst sko eitt menn sem eru og halda út í sinni bloggsíðu eins og Björn, og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hann hafa þróa svona í gegnum árin og áraræðnar, af því að þetta var maður sem að sá hag sinn í því að tengjast meðal annars Evrópu á sínu tíma og var þáttakandi því að koma EES-samningunum áfram, sá hag sinn í því að við erum aðilar að EFTA, og við erum öll, og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklingar sem voru í fararbróti 1949 sem fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO, og það voru nákvæmlega sömu raddirnar núna uppi, að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og
og við varum að missa sjálfstæði. Það nákvæmlega sömu röksemdafærslur þá og eru núna, en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott. Ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega, þú hafði ekki verið í Bandaríkjunum, bara síðast í Helsingborg, þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur A7-ríkjana, þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana, þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund þar sem að við skiptust á skoðunum. Ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra, varnarmálaráðherra, við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska. Þú veist, það er alveg ljóst að ég er ekkert sátt við Bandaríkin þegar kemur á tollum. Mér finnst að vera ekki rétta leiðin að því að bæði að treysta samböndi við bandamenn til áratuga og síðan hitt að ég bara þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður eigur lífsgæði allra í heiminum. Sko Björn, ég er ekki að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar, gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis- og varnarmálum að hætta steðji í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri. Sko við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump. Þú hefur talað sko hann sjarmerandi kallinn. Já, ég notaði orðið heillandi. Kannski, okay. Þú veist, það getur vel verið að megi hérna deilum það, Björn. Nei, ég ætla að segja. Mér langar svona að ræða það eins við þig. Já. Að sko, maður getur alveg sett sig í þín spor. Og það eru kannski 3 sviðsmyndir. Ein lay low. Látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum. Pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps. Því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis, þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það. Það sem hann sagði Grænland, svo hérna atburðarás nágrann okkar, svo atburðarás sem fór á stað. Við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri. Við skiljum líka að önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri, því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt á því að vera lítil og við höfum getað komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjadra fyrir þjóðhöfðingjana og reyna að hérna vona það að smjadrið myndi duga. Ég sjálfur, mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir hérna þá værir þú í rauninni í vinnunni. Já, ég veit ekki hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki. Þó að þetta var bara örskotsstund en það sem og ég ætla bara að fá að leyfa mér að tala af reynslu. Það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur. Og það var eiginlega það. Það vita held ég flestir að ég er í mörgum atriðum ósammála Bandaríkjastjórn núna, hvað varðar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóru heimsmyndina, einmitt aðgangað að frjálsum opnum markuðum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér. Það tala karismað í kringum. Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá er það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka karaktera hefði maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki þannig að það er það sem að mér finnst líka sjónvarpið næri þessu ekki alltaf nefnilega sjónvarpið næri þessu ekki alltaf en enn og aftur að bara verkefnið að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mér finnst miður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og Björn að þeir halda þetta sem einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærnu spurningar eigum að klára samninga, eigum að sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér. Þetta er ekki andstæða við Bandaríkin, miklu heldur erum við að sjá G7-ríkin núna voru að klára
stóran og góðan fund í Evrópu, í Genf, og þar sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjanna, þú veist, sterkustu og mikilvægstu bandamenn Bandaríkjanna í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka. Þannig að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að það hversi og það þurfa að sína útsjónarsemi, það þurfi alls konar viðbröð, stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar skrefi var of langt í átt að Grænlandi á hálfu Bandaríkjanna, að þá komu Evrópuþjóðir og sögðu nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra, við stöndum með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi landamæra og fullveldi ríkja. Og hann hótaði tollum, þau hótuðu tollum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfamarkaðurinn, hann varð órálegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetaverndunum. Þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvað taktík er notuð. Stundu þarftu að bara út af þetta gengur diplómasía að eiga í samskiptu við fólk, finna út, þetta eru mismunandi karakterar með mismunandi hugssjónur og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi færa okkur nær því allavega segi ég sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á. En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur ótal alþjóðalög með framferði sínu. Hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám. Önnur staða sem hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna á Gaza, þjóðarmorð í gangi og því ekki lokið, enn verið að skjóta kornabörn í fangi palestínskra foreldra, að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega, þetta er svo mikil dystopía tengd sumum þessara breytinga að maður bara klípur sig í handlegginn og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu, hvernig þú átt að tala, hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki. Það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl. Er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum? Jú, þú veist, það er þessi jafnvægislist, en við Íslendingar við erum ekki sterk í öllu, en við erum sterk á sviði sjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterka og mikilvæga og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðurkenni alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda, þú veist, aðgerðir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífellt búin að fordæma. Þetta er ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður. En leið þá, þegar maður segir og minnir líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árásina á sínu tíma 7. október, að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt, sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvoru. Við erum einfaldlega að taka afstöðu með það að alþjóðalög séu virt, að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort það sé Ísraels eða Palestínumenn. Það verður það sama yfir alla ganga, en það sem hefur gerst á Gaza það miklu meira en hryllilegt. Það er ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við höfum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í þeim málum, en leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstrika að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott. Mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael, hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðalög trekk í trekk og
þá verður Ísland að beita rödd sinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðadómstóla. Það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu, meðal annars á alþjóðadómstólana, þar sem verið að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra. Allt þetta mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð eins og Ísland sem að reiðir sig á alþjóðalög, reiðir sig á það að til að mynda hafréttarsáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni. Ef allt í einu þjóðir, stóruveldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðalög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðalögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða. Er það í Gaza? Er það með hryðjuverka árásum líka? Þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvað sem Hezbollah, Hútóar eða Hamas. Það er mjög hægt að fordæma það líka. En við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð Rússa í Úkraínu, þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðalög ítrekkað gegn börnum, konum, einstaklingum. Þeir eru að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrt brot á alþjóðalögum líka, sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiru. Þannig að heimurinn er eins og hann er og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur. Og við getum ekki beitt okkur allstaðar, en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda. Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess. En nú er náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kalla það, brottfarastöðvar, og margir eru svolítið sjokkaraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún gangi á undan með þessu fordæmi. Þú hefur samúð með fólki út í heimi sem farið illa með, en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum, þá sem að koma hér í örvænting og neyð. Segja margir að þetta frumvarp sé til marksum. Hvers vegna, örstutt bara, hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leyti við til dæmis óánægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinni í ríkisstjórn og Samfylkinguna? Já, þetta er mjög erfitt mál ef ég á að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að sker okkur frá Norðurlöndunum. Heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað er þá vægari leið heldur en annar staðar er á Norðurlöndum. Það er líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta er úrræði sem er algjörlega til þrautavara og það er í rauninni það sem verið að gera eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá er verið að skilja börna frá foreldri sínum, foreldrar teknir og meðan og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt. Það er náttúrulega eiginlega makalust og því hafi verið fylgt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annarra manna hendur. Það sem verið að gera með þessu úrræði og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylgst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að áriðinu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að því að þetta er til þrautavara, það er alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúð eða aðbúnaði sem á að halda betur utan þau. En er þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta er samt svo leið sem er hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfina hér á Íslandi við það sem gerist annar staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin. En ég skil mjög vel þá gagnrýni sem hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka. Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda, en margir samkynhneigðir í Viðreisn og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki. Engin þversögn í því að
að þið séuð svona með mannréttindi ofarlega og standið að þessum lögum? Já, það alveg rétt hjá þér að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokkur sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði regnbogafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttindum hinsegin fólks, það er alveg rétt. Þetta ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur. Við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram það að hlíta alþjóðalögum og það skiptir öllu máli, að það ekki verið að brjóta alþjóðalög hér. Það ekki verið að brjóta. En hvað með barnasáttmála? Já, þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati. Þau segja að þetta sé bara brot á sáttmála. Já. Margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungorð. Já, eins og ég segi, ég skil það, en dómsmálaráðuneytið sem á þingið, það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem svona þeim grundvallar prinsippi sem við stöndum fyrir. Er þetta mál sem mér líður vel með? Ekkert sérstaklega, nei. Heyrðu, þá skulum við aðeins fara yfir við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur. Og mér langar að fara aðeins yfir í stjórnar samstarfið eða samstarfið við hina ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel. Þið eru svolítið, þið einblínið alltaf svona, það er pínu eins og þið séð einhverf í því hvernig þið einblínið á hallalausan ríkisrekstur. Hallalaus fjárlög, já. Og 2027. Stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi að bara, nei, við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað er það að Seðlabankinn er náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrr og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann er að beita. Það eru til fleiri stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðunar eru hækkunin er innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður er svona mjög hugsi yfir því að það er alltaf bara það er í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og myndu þá samt bara alltaf segja nei, Seðlabankinn er sjálfstæðstofnun og við verðum bara að fara því sem hann gerir og svona. Á sama tíma á Róm brennur skuldir húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka milljónir eða 10 milljóna og þú náttúrulega veist það að það er mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keypt sér húsnæði. Þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja, þau eru bara í mikil hættum. Og það er fólki sem ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum. Ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingarna heldur, í rauninni sömu eintökina af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum, geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 milljónir eða 10 milljónir til þess að leggja í púkki með mínum börnum meðan að það eru aðri sem geta það. Og þess vegna talandum aftur, bara fyrir ekki Bjarni að ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna af því að það er ákveðið óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því það er ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð, farið inn í stöðuleika, fyrirsjáleika og verið ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið. Hvort sem það var í kosningabarátunum 99, 2003, þú veist, síðustu kosningabarátum. Ég er alltaf að hitta þetta fólk sem að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu. Og það er þess vegna sem að meðal annars er hluta því að ég er að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvort við höfum að klára samninga, að því að ég vil
allavega reyna þessa leið að íta út þessi óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga, það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandum að því við vorum að tala stórveldin áðan, sko. Við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út allt og Evrópusambandið hluti á það einhverju svona ákveðni kerfi. Þú veist, frelsið, við missum það ekki. Ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið. Ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur. En af því að þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera með sæti við borðið eins og það skipt okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma. En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomin lottó eftir kennitölum, hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60, hvernig námslánin þín verða, hvernig bara lán verða, kynslóða lottó, hvort þú áttu auðvelt með að redda þér húsnæði eða lendir í leigu helvítinu og lepur döðun og skela allt þitt líf. Þetta allt saman meira og minna bara svona skopparabolta tilvílina kennt, búið að vera þessu utan að núna þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að. En sko, finnst þér ekki að af því að sem sagt, þessir háu vextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikaleg svipa sem að bera alla reisn úr skuldunum og festir fólk enn frekar í fátækri gildru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkisstjórn hefur og þessi efnahagsstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en láglaunafólki. Þið hafið ekkert verið, jú, þú getur sagt að flokkur fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað svoleiðis fram en ekki sko, eru þið ekki hægri sinnaðri en þið áttuð ykkur á bara alltaf út af þessu vaxtastígi, út af þeim afleiðingum sem að og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki. Já, ég nú ekki alveg sammálir í því. Ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í Viðreisn að það hægri hagstjórn vinstri velferð. Mér finnst við hafa sko tekið sérstaklega vel utan ákveðin velferðarmál, þú talar almannatryggingadæmi en ég vil líka tala uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala börn með fjölþætta vandamál sem að búið að vera í áraraðir en ríkið tók yfir núna frá sveitarfélögunum. Við höfum verið að fjárfesta og reyna að minnka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslurnar. Hitt síðan að það alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkisstjórn eða ríkisstjórnir allar með sjálfstæðisflokknum eða framsóknarflokknum allra kynslóða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1, 2, kannski mestalagi 5 ár en síðan kemur þetta alltaf aftur og það út af því að krónan ekki að taka utanum að mínum að það íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið. Miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því að tala hallalaus fjárlög að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan hitt að við höfum líka, það rétt, við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri, við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8%, við höfum
við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptur okkur mjög miklu máli, hafa farið með okkur úr í A+ núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem ríkissjóður í þeim lánu sem við tökum. Þannig að erlend matsfyrirtæki að segja hagstjórnin góð, það agi á öllu þessu. Það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir. Við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og við í Viðreisn við höfum verið gagnrýnd fyrir það að taka þátt í að setja gjöld. Ég skammast mín ekkert fyrir það að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútveginn. Ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar, að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem voru mest, eins og manst síðastliðnu sumri, að stjórnarandstaðan barðist hæl og hnakka gegn því að veiðigjaldafrumvarpið yrði samþykkt og svo íðan eru þetta sömu aðaliðnir sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af auðlindunum þegar kemur að umræðum þær í tengslu við ESB, þannig að það fyrir ekki sama hljóð og mynd, sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlindaákvæði í stjórnarskrá varðandi sko hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlilegt gjald og afnáta þeim verði bara tímabundin. Þeir eru alltaf bara skegg þessu, alltaf. Heyrðu, en þessu að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en... Ég þarf að fara að klæða mig í upplytin og fara... Já, það bara þannig. En 2 spurningar að lokum frá almenningi eða annaði komment og hitt spurning og spyr maður hvort hvort þú hafi sóst eftir því að verða utanríkisráðherra og hvort það hafi verið sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir kannar forsætisráðherra. Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra. Við fórum ekki í það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefnasamningnum. Eðlilega sóttist Samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún, hún að standa sig, hún framúrskarandi í því sem hún að gera. Ég mjög stolt af henni og eins með Ingu. Við erum 3 ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim. En þau að plýta á milli ykkar? Já, ég verð að segja og ef það eitthvað kvennlegt heldur þú? Ég veit það ekki, við þekkjumst orðið betur, við tölum mjög opinskátt, það hafa komið atvik upp og tilvik þar sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sumtaði hér og þá bara leysum við það, við erum ekki, ég ekki sammála Samfylkingu og flokki fólksins í öllu, sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana. Ég mjög stolt af Viðreisn og Viðreisnarráðherrunum, ég finnst þeir hafa komið sterkt út, hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hlakka til næstu 2 ára. Er þetta ekki heppin að lagareldisfrumvarpið fór ekki gegn? Jú, bara það er eitt af þessum risamálum, það bæði kostur og gallar, það náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gagnrýnina sem kemur á það mál og þetta bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að það var verið að samþykkja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og verið að ýta á stað, það ekki búið að fara að stað með virkjunarkosti í 7 ár. Síðasta ríkisstjórn kom sér ekki saman það. Það mátti ekki tala varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkisstjórn. Það alltaf svona sussu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala það. Við erum að taka ákvörðun það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að yrði allt brjálað. Við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð. Þannig að við erum að höggva ákveðna hnúta. Þar maður að kyngja stundum
já, maður þarf stundum að kynkja, það bara út af það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mála á dagskrá, óhrættar og bara treystum íslenskri þjóð til þess að því hún sterk, að því að sterk þjóð, hún treystir sér til þess að ákvarðanir og sterk þjóð, hún óttast það ekki að fá að vita meira. Við byrjuðum umræðan á Þorgerður Katrín á umræðinum ESB-hatrið og ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógeðslega ummæli þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlynntur í áinu í ágúst og þetta eru mjög Manstu ógnina, manstu það er alltaf þetta, hræða þig til þess annarkvort að þegja eða draga þig í hlé. En mitt í öllum hávaðanum þá gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla að lokum að lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér. Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta baráttuna hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Er ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní? Jú, þetta þótti mér vænt að heyra. Þetta er mjög fallega að skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það er eitthvað þarna út á samfélagsmiðlum og það er verið að monitora og vakta þetta og eitthvað en þú veist, ég er að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram. Bara síðustu vikuna? Já, ég hef gert það, ég hef fundið það og að fólk er ánátt að einhver tekur slægin og þá segir, þú veist, það er gott stundum eins og ég segja, bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og alls konar reynslu, þannig að það er bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland. Það er bara þannig. Einmitt. Segir ekki landráðakonan Þorgerður Katrín? Nei, bara alls ekki. Ég elska landið mitt undur heitt og það er bara megin ástæðan að maður er að þessu bröltöldi og það er bara Ísland og Ísland og Ísland. Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að heyra í þér. Það er búið að vera langt síðan við fengum þig síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínum störfum. Takk fyrir miklu heldur. Áfram göngum við göttuna, kæru hlustundur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is